Hjartanlega velkomin í Lindakirkju. Við hófum þessa messu á því að syngja páskasálm sem við sungum hér fyrir viku síðan. Og fullar hendur af blómum þú hefur. Og hann hugsaði þannig að það voru konurnar sem urðu vitni að upprisu Jesú fyrst og þær koma glaðar frá gröfinni og þá spyrja lærisveinarnir og þannig að þetta sett fram í spurningaformi og kallarnir að spurja og syngja fyrstu línurnar og svo taka konurnar við. Og af því að við erum svo fáir kallar hérna uppi, þá nefnilega veitir ekkert af því að kallarnir í kirkjunni taki vel undir. Við skulum byrja aftur og syngja þetta af krafti. Þetta dásamlegur tími, sumarið, gleðilegt sumar, já. Ef við prófa aftur, gleðilegt sumar. Flott. Við höfum ekki sést síðan í vetur, þannig að maður má ekki gleyma þeirri kveðju. En það einmitt á þessu tíma þegar svona magn ljóssins að sigra myrkrið og það hefur svona þær erfiðu afleiðingar fyrir okkur sem að vörpum öllu hérna á vegginn og að þá getur verið svona býsna erfitt að sjá textan og ég hef fulla meðöngul með ykkur með því að í kvöld. En við skulum reyna og það er kannski svona dofna smátt og smátt úti fyrir. En við skulum reyna eins og við getum að taka þátt í messunni og bæði í söng og messusvörum. Og nú skulum við signa okkur og biðja saman. Segjum í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyrð þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt
fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Nú, eitthvað í tæknina stríð okkur, skjávarpin virðist ekki virka, en þá bara sitjið þið og njótið og takið undir með það sem þið kunnið. Við ætlum næst að syngja sálminn Dag í senn. Drottinn miskunnað oss. Drottinn miskunnað oss. Kristur miskunnað oss. Kristur miskunnað oss. Drottinn miskunnað oss. Drottinn miskunnað oss. Þá rísum við á fætur. Dýr sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Syngjum saman, því lofar Faðir líf og önd. Til
Skulum fá okkur sæti og heyra heilagt orð. Fyrst það pistillinn sem stendur skrifaði hjá Jesaja spámanni. Lexían færið fram hina blindu þjóð sem þó hefur augu og hina heyrnarlausu menn sem þó hafa eyru. Allar þjóðir skulu safnast í einn hóp og lýðirnir koma saman. Hver þeirra gat boðað þetta og skýrt oss frá því sem varð? Leiðið þeir fram vitni sín og færi sönnur á mál sitt, svo að þeir sem heyra segi, þetta er rétt. Þér eruð vottar mínir, segir Drottinn, þjónn minn sem ég hef útvalið, svo að þér vitið og trúið mér. Skiljið að ég er hann. Enginn guð var myndaður á undan mér og eftir mig verður enginn til. Ég er Drottinn, ég einn, og enginn frelsari er til nema ég. Það var ég sem boðaði, frelsaði og kunngjörði þetta, en enginn framandi guð á meðal yðar. Þér eruð vottar mínir, segir Drottinn, að það er ég sem er Guð. Héðan í frá er ég einnig hinn sami. Enginn hrifsar neitt úr hendi minni. Ég framkvæmi og hver fær aftur að því. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkar gjörð. Síðari ritningalesturinn er úr 1. bréfi Jóhannesar og þar segir: Guð hefur vitnað son sinn og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Prísið þér Drottinn. Við skulum syngja saman sumarlegan söng frá því sólin vaknar. Sólin vaknar, þangað til hún sofnar, lofgjörð
Og það byrja þau sem eiga hægt með að rísa á fætur og heyra guðspjallið sem að rita hefur guðspjallamaðurinn Jóhannes. Kvöldið þennan fyrsta dag vikunnar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: friður sé með yður. Og þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir þegar þeir sáu Drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá: friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, þá fyrirgefur Guð þær. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, synjar Guð þeim. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum: við höfum séð Drottinn. En hann svaraði: sjái ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að viku liðinni voru lærisveinarnir hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas: komdu hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar, og komdu með hönd þína og legg í síðu mína, og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði: Drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann: þú trúir af því þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem ekki hafa séð og trúa þó. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, og sælir eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Drottinn
náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Þetta guðspjald sem ég las áðan, það var með mikil uppgötvun þegar ég áttaði mig á því að í því var Jesús og er Jesús að tala mig og þig. Og ég kem nánar að því þá heyrðum við það að það fjallaði Tómas, lærisveininn, sem stundum kallaði Tómas sem efaðist. Það er ekki alveg sanngjarnt, en hann var ekki með þeim þarna á sunnudagskvöldið á páskadegi þegar Jesús birtist þeim. Og þess vegna átti hann afskaplega erfitt með að trúa því sem þeir höfðu séð. Hann heyrði frásöguna frá fyrstu hendi, en hann setti ákveðin skilyrði fyrir því að geta trúað. Ég held að þetta sé í rauninni alltaf það sem við þurfum að glíma við þegar við horfum til páskana. Hvað er upprisa Jesú? Gæti það ekki bara þýtt það að lærisveinarnir hafi svona fengið bara aukinn kraft og ákveða að boða hans boðskap og það sé upprisan, að kirkjan hafi í rauninni fengið þarna líf. Eða gæti það verið að einhver hafi bara skrökvað einhverju og svo hafi farið eitthvað á stað og svo framvegis. Og það eru ótal meiningar það hvað upprisa Jesú þýðir. En þessi frásaga, hún í rauninni segir það mjög blákalt hvað upprisa Jesú þýðir. Þetta er frásaga, ekki dæmisaga, ekki skáldsaga, heldur frásaga af atburðum. Og í raun og veru er upprisa Jesú Krist, hinn raunverulega líkamlega upprisa sem birtist þarna í Guðspjallinu og er sagt frá í Guðspjalli dagsins. Hún í rauninni skilur þarna á milli. Það eru svo ótal margir og ótal margar sem hafa dáið fyrir góðan málstaði gegnum tíðina og aldirnar. En það er upprisa Jesú sem gerir hann einstakan. Þessi raunverulega upprisa þessa mann sem mætti Tómasi þannig kvöldið. Mætti þörfum hans og var tilbúinn að sýna honum, þetta er ég, Tómas minn. Annars er Tómas mjög merkilegur maður, lærisveinn sem trúði og sagði Drottinn minn og Guð minn. Það er talið að hann hafi farið til Indlands og þar hafi hann boðað Krist, og það eru ennþá til söfnur á Indlandi sem tengja sig alveg aftur í Tómasar kristnina. Þrátt fyrir að svona, við skulum átta okkur á því hvað er langur tími liðinn. Þá er það ennþá til fólk á Indlandi sem er kristinna trúar og hefur í rauninni tilheyrir kirkju sem á alla þessa sögu að baki. Og mér langar til að fá myndin upp á skjáinn sem ég lét ykkur hafa áðan. Væri það möguleiki? Já, sjáðu. Þetta er svolítið óskýr mynd allavega, en þetta er einhvern veginn svona er tákn Tómasar. Það er þarna örvar, eða oft er hann bara eitt spjót, og svo er það svona sirkill. Og það er svona, sirkillinn tengist í að hann er sagður hafa verið mikill smiður og húsasmíðameistari, og meira sé að hafa hann byggt eitthvað fyrir hefðarfólk þarna á Indlandi, og svo en gaf það sem átti að fara til byggingarna til fátækra og komst þá í ónáð og þá féll hann fyrir spjóti. Og í rauninni er það dálítið merkilegt
ef við skoðum lærisveinana alla, þá eiga þeir allir sín tákn. Það gaman að googla þetta, ég geti gert það á eftir. Og oft eru táknin einhvers konar vopn sem segja til dauðdaga þeirra, hvernig þeir létu lífið, sög, öxi, kross á hvolfi og svo framvegis. Oftast eru táknin þeirra eða symbolin þeirra vísa í dauða þeirra. Hvernig þeir gáfu líf sitt í rauninni fyrir þennan boðskap sem þeir fengu að sjá og reyna og vita að Jesús var raunverulega upprisinn. Og þetta hefur oft kennt mér og talað til mín og ég hef hugsað, ef að þú færi fram með skröksögu, væri þú virkilega tilbúin að ganga í gegnum þær þjáningar sem að þessi menn og lærisveinahópurinn gerði. Því það var ekki bara þeir, það var fjöldi fólks sem að þurfti að líða fyrir og gjalda fyrir með lífi sínu, að trúa og fylgja Kristi. Það var ekkert svona eins og þegar við vorum að syngja í Jesus Christ Superstar í hörpunum daginn, þá eru lærisveinarnir að syngja í grasgarðinum og þá má segja að eitt erindi enda. Og þegar við setjumst í helgan stein og þá skrifum við Guðspjöllin og þá tala allir okkur þegar við deyjum. Þetta var ekkert svona sældarlíf. Þeir dóu píslavættasdauða og voru sendir í útlegð og svo framvegis. Og Tómas var alveg einn af þeim. Og Jesús mætir honum og býður honum að sjá og jafnvel þreifa hann vilji. Og þá kemur að því þegar Jesús talar mig og þig. Tómas fellur til fótunum og segir, Drottinn minn og Guð minn, sem þýðir ég trúi. Hann var ekki vantrúaður, hann var trúaður. Þá segir Jesús, Tómas, þú trúir á því að þú hefur séð. En sælir eru þeir sem ekki hafa séð og trúa þó. Og það sem við höfum með vitnisburðurinn. Jesús kemur ekki til okkar hér þetta sunnudagskvöld, viku eftir páska eins og með Tómasi forðum og sýnir okkur hendur sínar bókstaflega, heldur höfum við vitnisburðinn. Og stöndum alltaf frammi fyrir þessari spurningu sem við þurfum að taka afstöðu til. Trúir þú þessu? Dýr sig Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Þá fáum við senn að ganga að borði Drottins. Altarisgangan verður með þeim hætti að við komum hér fram
með efnin oblátur og við erum með vínberjasafa í kaleiknum. Þannig að allir áttu að geta þegið bæði efnin. Við höfum þann háttinn á að við höfum opnum lóan okkar og fáum oblátuna í lóan og dýfum svo í sjálf. Ef að við kjósum það að fá að drekka á kaleiknum þá er það líka algjörlega í boði, en þá ætla ég að biðja þau hins að koma svona með seinni skipunum. Við göngum bara hérna fram og göngum svo, signum okkur og göngum svo aftur í sæti þegar við höfum þegið efnin. En kæru Krists vinir, svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn, eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Til þess að við mættum öðlast fullvissu þetta og með fögnuði treysta þessum orðum, stofnsetti Drottinn heilaga kvöldmáltíð. Þar gefur hann okkur líkama sinn og blóð sem innsigli sáttmálans og fyrirgefningu syndana. Ef við tökum við því í trú, þá er Kristur í okkur og við í Kristi. Við höfum eilíft líf. Við skulum treysta orðum hans og þiggja gjafir hans. Hann gefur samkvæmt því sem hann sjálfur er, en ekki í samræmi við það sem við höfum tilunnið. Hann hefur sjálfur tekið synd okkar, sekt, veikleika og neyð á sig og býður okkur sigur sinn, líkn og styrk. Vörpum byrði okkar á hann, þiggjum líf hans í trú, svo við vöxum í von og kærleika. Lyftum hjörtum vonum til himins og þökkum Drottni Guði. Við lofum því og tilbyggjum Guð okkar og Faðir sem hefur skapað okkur til þinna myndar og sjálfur endurleist okkur fyrir son þinn, Jesú Krist, sem þú sendir í heiminn til að gera okkur synduga menn sáluhólpna. Okkar vegna gerist hann fátækur, að við auðguðumst af fátækt hans. Okkar vegna gekk hann í dauðan, að við mættum lifa. Lofaðu sért þú sem hefur hátt upphafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Send okkur heilagan anda, að gjafir þínar sem við neytum verð okkur brauð lífsins og bikar blessunarinnar samkvæmt boði sonar þíns, sem á þeirri nóttu hann var svikinn, tók brauðið, gjörði þér þakkir, braut það og gaf sínum lærisveinum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gjörði þér þakkir, gaf þeim hann og sagði: Drekkið öll hér af, þetta er kaleikurins nýja sáttmála í mínu blóði, sem fyrir ykkur er útselt til fyrirgefningar syndanna. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Og í samhljóðan við þetta boð Drottins komum við fram fyrir þig, heilagi Guð, með þakkargjörð og minnumst fyrir auglitið þínu að þú gerðist einn af okkur. Bróðir okkar, vinur, frelsari, við minnumst pínu hans og dauða, upprisu hans og uppstigningar og væntum endurkomu hans í dýrð að dæma lifendur og dauða. Við biðjum þig, gefðu okkur heilagan anda, afmáðu syndir okkar og sameinuðu okkur sem lifandi limi á líkama Krists, okkar upprista Drottins og frelsara. Nú skulum við biðja saman bænina sem Jesús kendi: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu,
Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Brauðið sem við brjótum samfélag líkama Krists og sá bikar blessunarinnar sem við blessum samfélag blóð Krists. Gjörðu svo vel. Vasist manni leitar hjarta mig.
Jesús Kristur, hinn krossfesti og uppreisni, drottinn okkar og frelsari. Hann varðveitti okkur í samfélaginu við sig í lifandi trú til eilífs lífs. Hans náð og friður sé með okkur. Amen. Biðjum saman. Drottinn, við þökkum þér fyrir að við höfum meðtækið þessa gjöf þína, að þú mætir okkur á þennan einstaka hátt. Ert okkur bæði næring til líkama og sálar. Við þökkum þér fyrir að við megum fela okkur sjálf, því að þú munt vel fyrir sjá. Við þökkum þér fyrir upprisu þína og nýja lífið sem þú gefur, eilífa lífið. Við felum þau sem við höfum áhyggjur af. Við felum þér stríðið í Úkraínu. Drottinn, við þráum öll bara að það verði friður. Drottinn, við felum þér okkur sjálf og byrðar dagana, þar sem við höfum að glíma við á hverjum degi. Takk fyrir að við getum tala við þig allt. Við skulum fela bænirnar okkar í bænarorðum Hallgríms Péturssonar. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd í leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Kórinn, eins og svo margir aðrir, ætlar að bregða sér út fyrir landsteinana bráðum til Færeyja og náttúrulega verið að undirbúa þá utanlandsför talsvert mikið og sömuleiðis náttúrulega tónleikar sem verða hér í lok maí, 28. maí og þeir eru til heiðurs þessum listamanni Andreu Kraut sem Óskar tók saman sirpu af lögum hans sem kórinn hefur oft sungið hérna fyrir okkur, en það er þetta langt síðan, alltaf langt síðan, og þau ætla að ljúka messun á því að syngja fyrir okkur sirpu af lögum Andreu Krauts, en áður þá skulum við rísa á fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá skulum við setjast og njóta Krauts sirpunar. We are not ashamed.
stórkostlegt. Við langar til þess að nefna nú sérstaklega, ég ekki alltaf að því að nefna þau sem eru þarna upp á svölum og stjórn og tækni. Það hann Björn Ingi Óskarsson sem stendur sig alltaf eins og klettur í útsetningunni og svo hún Hjördís, hún þarna á glærunum og stýrir þeim á mikilli kostkeppni. Og svo náttúrulega allir þeir sem leggja hönd á plóga. Mér langar til að láta klappa sérstaklega fyrir 2 mönnum í kvöld. Það eru þessi 2 herramenn sem komu í kórinn. Árni og Júlíus, það heyrðist í ykkur. Mjög vel af sér vikið. En förum í friði og þjónum Drottni með gleði.